Velkomin hér í settið hjá mér, Einar og Alex. Í dag ætlum við að fræða fólk verkefnastofu Orku náttúrunnar. Og við ætlum svona að reyna að gefa fólki skýra mynda í hvað það sem við gerum. Ætlum svona að reyna að einfalda hlutina. En við erum sem sagt að verkefnastýra fjárfestingaverkefnum. En ef þið ættu svona að lýsa þessu í einfaldri mynd, bara dæmi, þú veist, hvernig myndu lýsa þessu fyrir börnunum ykkar? Hvað sem þið að gera í vinnunni? Sko, einfaldasta málið til að útskýra fyrir börnunum væri að við búum til heitt vatn og rafmagn. Já, vissulega. Það er svona eitt að... Það er mjög þægilegt. Þessi verkefnastjóri, það náttúrulega tökum við verkefni þegar er komin í vissan fasa og við stýrum því í raun og veru frá byrjun til enda ásamt því að hjálpa til að móta verkefni í fyrsta fasa líka. Og hvað er það? Ert þú að finna upp á öllum þessum hugmyndum eða dettur þér bara eitthvað verkefni í hug og hleypur á stað eða hvernig kemur þetta? Nei, í raun og veru er það ekki þannig að það eru verkefni sem eru sett að staðinn inn hos eigandum og ábyrgðarmönnum og við tökum við þeim þegar þeir eru komin í svo frumstig eða hlið 1 eða svona kannski forathugun eða frumathugun og við aðstofum við að stýra þeim alveg gegnum alla fasa verkefnisins sem er fullnaðarhönnun, framkvæmd og afhending til rekstrar. Þannig að svona við komum með snemma inn í ferilinn og fylgjum eftir með náttúrulega þessu frábæra fólki sem starfar hérna innan hús. Þannig að við erum í rauninu bara þjónusta aðra sem að eiga góðar og flottar hugmyndir. Algjörlega. En Alex, svona, ef þú ættir að lýsa fyrir okkur einum degi í vinnunni, hvað er það sem að þú gerir? Hvað er það sem ég gerir? Já, sem verkefnastjóri. Það er alveg alls konar. Ég sitt fundi, stilli tímaáætlunum, skrifa fundagerðir, tek stöðuna á ráðgjöfum eða verktökum á gögnum sem að þeir eru kannski að fara að skila, kem hlutum í framkvæmd, leiðir saman hópinn til þess að reyna að ná markmiði verkefnisins. Svo er þarna einhver hádegismatur og mögulega kannski einhver rækt ef maður er í góðskapi. Sko, mér er oft ágætt að lýsa þegar ég er svona því að svo við þekkjum kannski sem að lifum og hræðumst í svona verkefnastjórnunar bransanum og þá finnst fólki svona utan þess bransa oft flókið að skilja hvað verkefnastjóri gerir. En mér er oft svona þægilegt að við erum svona svolítið potarar, svona að tryggja það að séu allir sem að eru að gera sitt til þess að við náum einhverjum framgangi í verkefnunum og að lokum náum markmiðunum. Þannig að við erum svona koma hugmynd í framkvæmd og að lokum verður hún að einhverju raunverulega afurð eða Jú, þetta er náttúrulega líka það mjög margir sem koma að svona verkefnum. Já. Og þetta eru margir aðilar og maður er svona að reyna að bæði innri og ytri aðilar. Innri og ytri aðilar og maður er að hjálpast til við að stýra þessu og halda utan þetta og tryggja það að þessi að reyna að fá þær upplýsingar sem að þurfa til að geta unnið þá vinnu sem við þurfa. Því eins og við nefndir áðan að við erum svona sem ekkert að þetta er ekki verkefni sem við erum að finna upp á. Þetta eru verkefni sem eru nauðsynleg fyrir fyrirtækið að fara í framkvæmd. Algjörlega. Við erum með fullt af verkefnum í gangi. Svona ef við ætlum að fara í tölur og eitthvað, þá held ég að sé alveg yfir 100 verkefni í gangi hjá bara Orku náttúrunnar í heild sinni. En svona stærstu verkefni hjá okkur, við erum að stækka varmastöðin á Hellisheiði, við erum að skipta stjórnkerfi á Nesjavöllum. Svo eru þið bæði í mjög stórum verkefnum. Vil ég segja okkur aðeins frá þeim? Alex, kannski að þú byrjar. Já, ég er með verkefnastofn sem eru með mörg verkefni undir til þess að halda þeir saman. Borholur, við erum að tryggja nægan gufuforða fyrir virkjanir, þannig að við getum selt rafmagn sem við erum búin að lofa í rauninni. Það er ansi mikið sem að fellur undir það, allt frá undirbúningi til framkvæmda. Við erum núna með 8 holur og þeim mun fara fjölgandi. Við erum búin að bora 2 og það verður bara spennt að sjá hvernig það kemur. En eins og með það, þá er oft erfitt að segja til hvernig verkefni heppnast. Af því að þú ert að bora til dæmis borholu, það getur vel verið að það heppnist ekki ef við fáum enga gufu. Mikil áhætta. Fólki niði og erfitt svona. Og dýr framkvæmd í rauninni. En þú Einar ert ekkert að stýra síður mikilvægum verkefnum. Þú ert svona í vélaverkefnunum og það er náttúrulega gríðarlega umfangsmikið og svona margir snertiflötir sem að koma þar að. Já, það þarf að nota þessu orku sem kemur úr þessum hólum. Þannig að það þarf að koma þessi yfir í hreyfiafl til þess að búa til rafmagn. Og það er náttúrulega stór hluti af mínu verkefni tengjast í þegar þú er nýtingin á þessari gufu að koma sér í hreyfiorku til þess að snúa rafala til að framleiða rafmagn og svo líka náttúrulega
forritast vatn samhliða því sem notað í hitasamvinsluna. Þannig að mín verkefni snúa náttúrulega bara fjárfestingarverkefnum tengdum þessum vélbúnaði. Og það bara alls konar. Við erum með náttúrulega flókin vélbúnað gufumegin. Það er að segja búnaðurinn sem þarf til að snúa túrbínuhjólinu þegar gufan kemur inn í vélina og svo náttúrulega rafmagnsmegin þegar túrbínuhjóli snýr rafalanum og býtir raforku og skilaði út á netið til notenda. Þannig að þetta er svona, það eru öll, alls konar verkefni og að ýmsum stærðargráðum, en allt þetta verkefni sem ég kem að sem kannski að stærri stærðargráðum, stærri verkefni. Og það náttúrulega stór hópur af fólki sem kemur að þessu innan hús og utan hús, verktakar, ráðgjafar, innkaup, samstæðunar og þetta er bara mjög skemmtilegt og krefjandi. Algjörlega, það kannski snýr svona að einnig stærstu áskorunni sem við stöndum fram fyrir í verkefnastýringu. Það einhvern veginn bara þessi samskipti og halda utan teymið og svona ef við horfum aðeins bara á verkefna teymið, þú veist, hvaða aðilar þetta sem að koma að verkefnum hjá okkur og kannski bara fjöldin. Því ég veit að til dæmis sportprogramm alveg gríðarlega mikill fjöldi sem að kemur að framkvæmdum. Algjörlega, við erum að hátt í 70 manns, bara bæði innri og ytri aðilar. Og ég meina eins og innri aðilar, við erum með fjármál og við erum með innkaup og við erum með sérfræðinga upp í virkjunum, náttúrulega eigandi og bakhjarl verkefnis, tækniþróun, samningar og bara alls konar rosa fjölbreyttir aðilar. Ég meina svo erum við með ytri aðilar sem eru sérfræðingar og ráðgjafar og verktakar og eftirlit og hvað eina sko. Þannig að þetta er alveg mælingar, hönnun og eftirlit og náttúrulega aðstoð frá verkstæðin okkar og eins og segir innkaup, lögfræðingar, leyfismál. Þetta er alveg. Og það svolítið okkar hlutverk sem verkefnastjórar að tryggja það að við séum öll á sumublaðsíðunni og vitum öll hvert okkar hlutverk í verkefnunum og svona skiljum að okkar framlag skiptir máli hvar sem við sitjum í fyrirtækinu, að það ekki bara verkefnastjórinn einn sem að tryggir það að verkefni verði árangursríkt, heldur mjög margir aðilar sem að koma að hverju einu verkefni og eins og segja það eru hátt í 70 aðilar í borprogrammi sem vissulega eitt af okkur stærstu verkefnum, en svo svona bara hefðbundin verkefni gæti ég trú að vera eitthvað kannski allavega 10-15 manns. En þetta hefur kannski þessi vinnan okkar alltaf þjóna til tilgangi að upplýsa eigendur og hagsmunaaðila kostnað, tíma, gæði og öryggi. Bæði öryggi á meðan að framkvæmd stendur og líka öryggi þegar það er búið að afhenda örygga afurð sem sé óhætt að vinna með. Algjörlega. Þannig að þetta er svona þeir máttstólpar sem að við vinnum eftir. Algjörlega. Og til þess að tryggja þessa máttstólpa þá náttúrulega vera virk samskiptaskrá og við þurfum að vera með gott fólk til að vinna með okkur varðandi bara rekstur og samningum og voru alls konar. Áhættumat, við viljum fá alla örugga heim. Það er bara okkar lykilmarkmið. Algjörlega. Hvað það sem að góður verkefnastjóri þarf að hafa? Hvað svona einkennir góðan verkefnastjóra frá öðrum? Ekki góðum verkefnastjóra. Ég myndi segja að hann þurfi að vera með góða leiðtogahæfni. Og það þýðir ekki eitthvað að stjórna fólki, heldur að fá það besta úr fólki. Hann þarf að vera skipulagður. Þannig að það sé hægt að koma öllum verkum í framkvæmd. Jákvæður einmitt og svona ég myndi segja að þetta þrennt væri svona stærstu bitarnir að mínum mati. Við erum nú duglega að rýna inn á við og svona horfa hvað sem við getum gert betur og öðruvísi og ég held að þetta sé einhvern veginn það sem kemur alltaf upp. Það lærdómurinn að skipulagið ef að það ekki til staðar þá klikkar verkefnið og svo þessi samskipti. Það einhvern veginn bara númer 1 og 3 eiginlega, samskiptin. Það eru samskiptin og upplýsingagjöfin. Já, vera svolítið fær í samskiptum og svona kunna draga bestu upp úr fólki. Og einnig kannski líka bara að kunna spyrja réttu spurningana. Þú veist, á fundum og svona eitthvað sem að gæti hindrað framgang á þessu. Hvað áhrif hefur þetta? Algjörlega. Hvað þýðir þetta fyrir verkefnið? Algjörlega. Það þarf ákveðna hæfni að líka svona ýta undir aðra þannig að aðrir þori að opna sig og segja síðan skoðanir. Algjörlega. Það líka svolítið hlutverk verkefnastjórans að tryggja það að það sé engin rödd sem að gleymist í verkefnum. Hvað svona, ef þið hugsið
skemmtilegasta verkefni sem þið hafið tekið þátt í eða svona fannst áhugaverðst að taka þátt í? Getið þið svona lýst í hvað átti sér stað í því verkefni og hvað gerði það öðruvísi? Ég skal taka. Ég búin að taka við borholuprógramminu. Já. Þar erum við að bora vinnsluholur til að sækja gufu úr jörðinni. Og ég ekki með sérfræði þekkingu, jarðfræði eða slíkt. Þannig að fyrir mér þetta bara það skemmtilegasta sem ég geri. Þetta heill heimur af nýjum upplýsingum sem ég alltaf að læra eitthvað nýtt. Og mér finnst þetta bara allur undirbúningurinn á þessum hólum, að þetta eru margar hólur sem við erum að taka saman. Og það allur undirbúningur bara eins og leyfismál, samningar, innkaup, bara fá teymið saman, fá sérfræði þekkingun úr fólki. Við erum með svo mikið af kláru fólki. Svo gaman að sjá hvað fólk með mikla reynslu og kunnáttu. Þannig að fyrir mér þetta er það skemmtilegasta sem ég geri. En ef þú myndir lýsa bara hvað gerum við til þess að bora eina hólu? Hvað þurfum við að gera? Þú veist, hvernig eru svona skrefin í því að bora eitt stykki hólu sem að hljómar eins og bara eitthvað tiltölulega þægilt og einfalt. Við þurfum að vera búin að kaupa allt efni, alla fóðringar og pípur og svoleiðis. Við þurfum að vera með rétta mannskapinn. Við þurfum að passa öll leyfismál séu til staðar. Og það er oft mjög langt og strangt ferli. Langt ferli. Við þurfum að fara í aðalskipulag eða deiluskipulag. Þannig að það þarf að passa það mjög tímalega. Það þýðir að til þess að fara í framkvæmdir þá þurfum við starfsleyfi og við þurfum að fá framkvæmdaleyfi til að geta gert borteig. Við þurfum að setja niður borkjallara. Við þurfum að fá borinn á svæðið. Við þurfum að gera samning við þann aðila sem ætlar að bora fyrir okkur. Og mannskapinn. Borvasveitu og rafveitu. Við erum að bora með rafmagni. Þannig að það þarf að tryggja allt þetta sé til staðar. Það þarf líka að passa upp á tímalínur að það sé búið að gera allt þegar að boring kemur og allum mannskapinn sé klár. Og eins og við erum að gera í borholuprógramminu, þá erum við að bora í beit. Sem að þýðir það að því ég er búin með hólu nr. 1, það fer ég strax í hólu nr. 2 og þar geta verið ýmsar áskoranir, til dæmis að það sé ekki búið að fara í borteigjargerðina eða veðurfar. Það getur alveg sett stóran strikk í hringinn og snjómoksturinn einmitt. Þannig að það eru ýmsar áskoranir sem að þarf að hafa í huga. Það er svona svipað þess að hjá mér, það er náttúrulega vél ekkert stöðvuð og farið í viðgerð nema bara með svolítið löngum aðdraganda. Það þarf náttúrulega að skipuleggja viðarstopp, það þarf að stöðva vélina og ganga úr skugga allt sé örugt, það þarf að opna hana, það þarf að taka alla hluti út sem á að gera við og setja nýviðgerða hluti ofan í. Svo þarf að koma þessum hlutum sem eru slitnir og illa farnir í viðgerð og það þarf að skipuleggja þá viðgerð þannig að þeir séu klárir fyrir næsta stopp. Þannig að þetta er náttúrulega heilmikil skipulagsvinna hjá, maður að vinna dagstæðlega með frábæru fólki þvert á alla virkjunarrekstur að skipuleggja þetta sem þetta er náttúrulega langur aðdragandi, þetta eru skipulag kannski 5-10 ár fram í tíman. Þannig að maður tala við góðu samskipti er náttúrulega líkið til aðeins sem maður að tala við góðan hóp af fólki. Hverjar eru svona stærstu áskoranir þegar kemur að bara verkefnum? Svona hvort sem það er almennt eða við náttúrulega erum með mjög ólík verkefni og það geta verið ólíkar áskoranir en hverjar svona eru það stærstu sem að við getum? Þú vilt kannski byrja með meira reynslu aðeins að þessu? Já, áskoranir eru náttúrulega bara ýmsar náttúrulega. Þú ert náttúrulega með rosalega stóran hóp, frábæran hópa af fólki, ráðgjöfum, verktugum, fólki á verkstæðinu hjá okkur innanhús og alls konar fólki í þjónustudeildunum. Þú ert náttúrulega að reyna að fá alla til að gefa sér tíma og forgangsraða tíma í verkefnið þitt með öðrum verkefnum. Þar að þú ert svona aðraun og verið að skipuleggja verkefni samhliða öðru verkefni sem fólk er að gera og líka alltaf skipuleggja verkefni samhliða bara virkjun sem er í rekstri. Já. Það er náttúrulega, það er eitt að vera að koma verkefni til þess að þegar maður er með verkefni þar sem að vera að byggja allt frá nýtt, þar sem ekkert er byrjað. En þú náttúrulega ert að kalla eftir fólki sem er bæði að reka virkjunina, að koma inn verkefni með þér, að bæta á hana þannig og svo þarf þetta að samþætta þetta við rekstur, framleiðslu á heitu vatni og rafmagni. Einmitt. Við viljum náttúrulega bara tryggja það að við getum rekið okkar virkjanir samhliða því sem við erum að koma og breyta og bæta. Þannig að svona skipulagi kringu verkefnin, þetta er náttúrulega alveg stór pakki að halda tímalínum og alltaf því. Þú kannski ert með aðeins öðruvísi nálgun á þetta þar sem að þú ert að vinna svolítið með
jarðhitan og svona móðu náttúru sem að við Algjörlega. vitum aldrei hvað býður upp á. Mesta áskorun þar í rauninu, bara eins og ég sagði áðan, að við getum ekkert áætla hvað við fáum af orku úr jörðinni. Nei. Það getur verið alveg 0 megavött eða 4 megavött eða jafnvel 10 eða meira. Þannig að það getur verið stór áskorun að fá það upp og einnig bara eins og Einar segir, bara að fá fólk saman og til að halda fókus á okkar verkefni. Já. Að tryggja það að verkefnið nái sínu markmiður, sko, frá upphafi til enda. Það getur verið alveg nokkru mánuðir eða jafnvel mörg ár Svo er sem að okkar verkefni stendur yfir. Svo er okkar verkefni náttúrulega alltaf mikilvægast. Já, nákvæmlega. Já, okkar verkefni náttúrulega, við viljum alltaf klára okkar verkefni. Já. Það sjálfsögðu. Nei, eins og ég sagði náðan, við erum með gríðarlega mikið af verkefnum í gangi, þannig að það er ákveðna áskorun að mjög krefjandi. já, vera með sama fólkið og mannskapin í mörgum verkefnum. En ef við svona færum okkur yfir það, svona, hvað er lykilkryddið í því að ná árangri í verkefnum? Hvað svona ef það er eitthvað sem að við getum alltaf, eitthvað svona sem við getum tryggt að ef við erum með þetta á hreinu að þá erum við líklegri til árangurs? Jákvæð nálgun, Já. góðan hóp og bara jákvæð nálgun og virðing fyrir öllum hlutverkum, virðingu fyrir öllu fólki. Við erum með sameiginlegt markmið að taka við þessu verkefni og þessum fjármunum og skila þessari afurð sem er óskað og kannski allir eru á línu með það, þá er það svona lykilkryddið held ég. Bara virðing í samskiptum og svona jákvæð og menn og konur og allir geti opnað sig og satt sína skoðun og unni verkefnin bara í sameiningu. Og fá svona besta úr fólki. Já. Og skipulag. Og líka kannski reyna að sjá svona fyrir það sem er ófyrirséð og gera ráðstafanir. Já. Af því að það getur alveg oft tryggt það að maður getur komið í veg fyrir það. Mér finnst það oft svona að það gleymist, eða á það til að gleymast. Já, algjörlega. Já, ég held að við séum öll sammála því sem erum á verkefnastofu að við finnum það alveg að þegar samvinnan virkar og við séum með rétta fólki í réttu stöðunum og að þá gengur þetta Gengur betur. Mun betur. Þrátt fyrir að við lendum kannski í einhverjum áskorunum sem við gerum ekki ráð fyrir, þá svona ef að teimið er þétt þá gengur þetta mun betur. En er eitthvað svona lokum sem erum við að gleyma ykkur? Að gleyma að segja fólki frá hvað sem við gerum vinnunni? Já, náttúrulega verkefnin okkar bara ganga vel og fólki sem er í þeim og náttúrulega erum að starfa með frábæru fólki innan samstæðunar og erum mjög þakkláttir fyrir að vinna með svona frábæru fólki á hverjum degi og það var frábæri sérfræðingar sem vinna í okkur í virkjunum og tækniþróun og fleiri deildum og innanhús í innkaupum og lögfræðiþjónustu og annað sem hjálpa okkur við að halda þessu verkefnum á rétti tímalínu, þannig að maður er svo sem alltaf þakklátt fyrir það. Algjörlega. Að koma í vinnu og vinna með svona góða fólki. Öðruvísi getum við ekki unnið okkar vinnu nema með allir þessu. Líka kannski bara teymið á verkefnastofunni. Við erum með rosa góða fjölbreytni þar, bæði menntun og kyn og reynsla og allur pakkan. Algjörlega. Og alltaf hægt að biðja aðstoð. Já. Og alltaf er hún veitt. Algjörlega. Þannig að ég kann að meta það. Þakka ykkur kærlega fyrir að sitja hér fyrir svörum í dag. Er eitthvað sem þið viljið bæta við eða erum við ekki bara búin að koma þessu svolítið vel frá okkur? Ég held það. Við erum bara með besta fólkið í því sem við gerum. Algjörlega. Höfum þetta bara loka orðin.